Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum í mynd í dag og það allt til að vera með þetta svona til skiptis og þátturinn eins og hann hefur verið nema hvað að þú sér fallegt andlit mitt en ég sé því miður ekki þitt, ekki eins og og ekki þú kíkir bara einhvern tíma við og þá sé ég þitt fallega andlit. En fallegu andlitin okkar eru nú kannski ekki viðfangsefni þessara þátta því að við erum nú að boða miklu merkilegra og meira heldur en okkur sjálfa. Við erum nú bara hreinlega að gefa lifandi Guði orðið og tækifæri til þess að tjá sig við okkur. Og þannig nú með hann að til þess að þú heyrir í honum, já, til að mynda þá notar hann menn eins og mig og þig til þess að tala. Hann notar lifandi fólk til þess að tala við annað lifandi fólk. Hann ekki þar sem dauðinn hann hefur engan áhuga fyrir dauðanum. Dauðinn ekki tilkominn vegna Guðs og nokkurn hátt. Hann verk annars, hann verk óvinnar sköpunar Guðs og við vitum að hann heitir Satan. Það svona hans vettvangur og það að deyða það sem að Drottinn hefur gefið líf vegna þess að hann heiftúðugur mjög sá aðili og þeir sem eru heiftúðugir og hefnigjarnir og vitlausir þeir eru þeim megin línu en við erum ekki þar né heldur viljum starfa þeim megin vegna þess að Drottinn hann miskunnaði sig yfir okkur og gaf okkur hlutdeild með sér í hinu eilífa lífi og þar eru við að starfa og vinna og gefa á okkur það sem að Drottinn raunverulega að kalla eftir. Þess vegna vill hann að við séum vakandi og á verðinum og okkur meðvituð hvað hann vill og þar að leiðandi ekki okkur sjálfum meðvituð nokkra synd og við framgöngum í heiðarleika og í sannleika og stöndum við það. Hvað aðrir sjá bara ekkert okkar mál að vera neitt að velta fyrir okkur. Við vitum að leigarinn fyrir mikinn og ef þú heldur að hann sé að segja sannleikan þig að þá ert þú aldeilis á villu vegi. Ef hann og annar bor nefnir þig á nafn þá skaltu vita að hann að ljúga. En hann getur alveg borið málsett fram með þeim hætti að hann líti út fyrir að vera hreinn sannleikur. En þessi aðili, Satan, hann hefur ekki leyfi til að segja sannleikan. Hann hefur ekki einu sinni leyfi til þess. Drottinn vill ekki að hann segi sannleikan. Hann hérna til að ljúga. Við munum eftir illu öndunum sem að hrópuðu var það ekki eitthvað þann veg að þú ert sonur Guðs, við vitum hver þú ert. Og hann bannaði þeim að tala sig. Þannig að þeir mátti ekki boða hann. Hverjir mega þó boða hann? Jú, þú. Við þetta endurfædda fólk, við megum boða hann og meira, við eigum að boða hann. Og það einmitt það sem að við erum að gera. Við erum kölluð til og viljum frambera, það þetta orð, yndislega orð Guðs. Og það einmitt það sem að þessir þættir snúast Þættir sem ekki hafa fengið neitt nafn, ekki myndþátturinn, hljóðþátturinn búinn að fá nafn, en myndþátturinn hefur aldrei fengið neitt nafn. Og það svolítið svona einkennilegt. En þetta bara vilji Guðs og hann fær bara að gera þetta eins og hann vill. Og nafnlaus þáttur getur verið góður þáttur og góður þáttur og meðan að Drottinn fær bara stjórna og stýra og leiða. Þá verður hann góður þáttur. Leið og við förum að víkja eitthvað af þeirri leið, þá gerist eitt að þátturinn hreinlega deyr. Það vantar allt líf í hann og orðin sem að streyma þau snert ekki hjörtu nokkurs manns, þau geta alveg kitlað eyrun.
Og ég man eftir predikara sem að predikaði svo sem talaði ágæta íslensku, ekki skulum segja það. Hann náði aldrei neitt að snerta neitt í mér. Mér fannst hann aldrei snerta neitt í hjartanum, mér fannst hann alltaf vera svona bara einhvern veginn að, bara utan af þessu einhvern veginn að komst aldrei inn í hjarta manns. Það á predikunin að gera. Réttflutt predikun frá orði Guðs og velflutt predikun frá orði Guðs, hún gerir þetta. En það setur það skilyrði á mig og þig að við séum í lagi gagnvart lifandi Guði. Hann veit alveg hvað hann hefur okkur og hann er alltaf að hvetja okkur til þess að vera ekkert að leika okkur neitt með þetta og umfram alltaf við séum í sannleikanum sjálf og ekki okkur meðvituð neina synd. Er ég mér ómeðvitaður synd? Já, ég er það. Og ég stend frammi fyrir Guði og segi þetta þar. Þannig að þú getur alveg haga lífi þínu þannig að þú sért ekkert að syndga. Að syndga er val. Að vera undir afli syndar er val. Mitt val, þitt val. Þú viljir ekki fyrir mig. Og það er líka mitt val að gera vilja Guðs, vera undir köllun minni og þá vil ég að Drottinn bara tali við þig og mig og okkur öll tæpi tungulaust. Hann segja okkur sannleikann og hvetja okkur undir sannleikann því að það eigum við að vera. Þetta er það sem Drottinn vill absolutt að við gerum og ættum að vilja og viljum auðvitað, en annað er bara hvað við gerum, það er ekki nokkuð leið að reikna það út. Við erum svona í dag og öðru svo morgun og þetta vitum við nú óskup vel. Og Drottinn veit það auðvitað líka. Og það er partur af því að hann er endalaust að dæla út sínu orði. Hann veit hvað við erum veikburða fólk. Og hann er ekkert, ég lofa þér því, hann er ekkert að horfa í það hversu áratugirnir hjá þér eru margir að baki. Hann gerir það heldur ekki hjá mér. Hann segir, Konráð, í þessum degi glímur við alls konar og í þessum degi er ég og ég ætla að hjálpa þér að vinna þannig úr glímurinn þinni að til sæmdar sé. Og þannig líða dagarnir. Og við segjum, horfum við tilbaka, horfum á daginn í dag og segjum við erum okkur ekki meðvituð neina synd. Það er auðvitað styrkur hvers trúars manns. Þess að við vorum að tala þú þarft ekkert að syndga nema því þú vilt syndga. Og hvað er synd? Það er allt sem er Guði andstyggð. Syndin er bara til að mynda óheiðarleiki. Það er synd. Þú trúir ekki á Jesús. Það er synd. Að efast Jesú. Já, ég veit nú kannski ekki hvort að það er synd, en það er svona ábyggilega. Þá erum við nú svolítið að jaðra og svona að klappa henni með fingur gómunum. Það getur nú alveg verið, þannig að við eigum að deyja efunum og við eigum að trúa og þetta er boðskapurinn. Við vitum að boðskapurinn er þessi. Við aftur á móti sitjum uppi með þennan boðskap og eigum við vandraða með að framfylgjónum. En boðskapurinn er þessi. Og meira, orðið mun síðast tala á þessari jörð. Og þetta er mjög mögnuð setning. Segi mér, gerðu það sem Guð er að segja. Og svo segir hann á öðrum stað, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og þú þarft að, við þurfum að taka þetta til okkar. Ég lesi eitthvað í orðinu. Og ég tek ákvörðun að gera það ekki. Ég meina að þetta er eitthvað sem við erum að lesa í söguna sem menn hrösuðu lappirnar og sjálfum sér. Það er nú líka þarna og við viljum ekki fara þessa leið. Og það verður þannig. Og við horfum út í lífið og við sjáum menn og konur hrasa lappirnar á svo ræða sér eins og kjánar. Og við segjum, við viljum ekki gera þetta. Og þetta verður. Við erum að tala sannleika til sjálfu okkar,
af því sem við erum að horfa á eða lesa og við segjum framar ber að hlýða Guðin mönnum og hvað drottinn að segja? Það segir alltaf það sama. Framberið góða, færa og fullkomna. Það hann að segja. Og hann gaf okkur þennan dag til þess að gera þetta. Og þessi dagur einn af hinum dögunum, en samt alveg nýr, hann sérstakur, því að þessi dagur geti fært þér eitthvað sem þú hefur ekki upplifað eða séð í áratugi. Þú veist ekkert það. En það gæti gerst í þessum degi. Og ef að það gerist, að þú rekst á eitthvað sem þú ekki séð í áratugi, þá getur nú aldeilis verið glöð manneskja og jafnvel lifað á því lengi, því að þetta geti verið þá byrjunin, við vitum ekkert hvað dagurinn ber í skauti sínu, geti verið byrjunin á einhverju sambandi sem kannski slitnaði fyrir áratugum en núna búið að tengja aftur. Það byrjaði í dag. Þannig við getum alveg vænst hins góða af Guði. Og hann bara kemur með það þegar hann vill koma með það. Og kemur þess vegna óvænt að okkur. Ég veit ekkert hvort hann hafi gaman að því að koma óvænt að okkur, en hann gerir þetta bara svona. Þú veist ósköp lítið hvað hann að sýsla frá degi til dags. Þess vegna gaf hann mér trú. Þess vegna gaf hann mér von að þetta og hitt gerist. En ég veit það ekki. Ég get trúað jú, en ég veit það ekki og alveg örugglega ekki hvenar. Þetta allt saman með ráðum gert hjá honum. Og veistu hvað það ráðum? Hann að byggja upp í þér trú og hann að byggja upp í þér þolinmæði. Við höfum allt og lítið af þolinmæði flest okkar og erum að hamra á Guði með bænasvörun okkar sem að við viljum fá bara núna, við veitum alveg hvernig þetta er. En vitið það, ég hef nú alltaf verið þakklátur fyrir það að ég hef aldrei verið að bíða eftir einhverjum bænasvörum. Kannski bíð ég bara allt og lítið, ég veit það ekki. En ég hef aldrei verið að bíða eftir einhverjum bænasvörum, ég ekki með alveg svoleiðis bara áhyggjur af því að kom engin bænasvör, ég er alltaf að bíða og það kom engin bænasvör. Aftur á móti hef ég haft þann háttinn á að þegar ég finn að drottinn að tala, þá bara fyrir ég og geri það. Ég biðja, ég veit ekki hvað ég hef verið að biðja Ég vil nú bara eiginlega segja það að ég nú maðurinn sem eiginlega bara læt daginn færa með það sem maður vill. Ég hef aldrei verið með ykkur framtíðarplön svoleiðis bara maður sveittur og skallana við að skipuleggja það allt. Það hefur aldrei verið mín deild og þegar menn að tala þessi bænasvör, þau kom ekki, í raun og veru svona strangt til tekið og þó leiðilegur auðvitað, þá veit ég raun og veru ekkert hvað fólki að tala Ég þekki þetta ekki hjá sjálfu mér, en ég veit að fólk að þessu, en ég þekki þetta ekki á sjálfu mér, hef aldrei verið þessi manneskja sem að biðja eitthvað fram í tíman og ég veit að menn segja það áttu nú að gera, en samt hef ég nú aldrei gert það. Eins og ég var að segja, þá ger ég bara það sem drottning biður mig núna. Ég hef oft staðið með því að ég kannski gera eitthvað, ég er nú alltaf eitthvað að gera og svo allt í einu kemur eitthvað frá Guði þá bara þess vegna klæði ég mig upp og bara fer á þann stað þar sem hann að boða mig. Bara sleppi því sem ég var að gera. Þannig hef ég nú unnið þetta. Það rangt eða rétt, allavega þetta það sem ég geri. Það væri betra fyrir þig að gera þetta svona, ég held ekki, því að þú ert ekki ég. Ég segi, leyfðu Guð að stjórna hvernig þú vinnur. Ef hann vill að þú sért að biðja inn í framtíðina eftir einhverju fallegu og ég veit að með biðja nú góða bænir, ég trúi því nú, að þá gerir þú það. Og þá líklega ert þú þessi óþolinmóða manneskja líklega sem hann að byggja upp þolinmæði. Þú þarft að bíða. Og sem get ekki beðið. Þess vegna þið raun alltaf kvartandi yfir þess að kemur aldrei inn í bænasvör, maður er alltaf að biðja maður og því ekkert að vera að biðja. Þetta bara óþolinmæði. Þetta svona einhver óþolinmæði og einhver ástand í hjartanu sem færi þig til að kvarta. Þetta ekkert af neinu nema að kvörtun. Ángin, rótin að svona tala af meiði kvörtunar. Og
og það bara allt í lagi, finnst mér, að menn viti svona ástæður fyrir einu og öðru sem það að gera. Og þetta, ef við skiljum þetta, það vegna þess að við höfum verið að kafa aðeins dýpra. Og það nú eitt af því sem að trúin vill að við gerum. Hún hvetur okkur til þess að kafa aðeins dýpra, ekki hvað sem heldur í sitt orð. Því að orðið það talar til okkur sannleika og það útskýrir ýmislegt fyrir okkur í sannleikanum og við förum að átta okkur á hvers vegna þetta Og eins og ég var að tala og við höfum oft heyrt þetta og alltaf verið að tala þetta, svo sem að menn segja að biðja það kom engin bænasvör. Ég þekki þetta ekki, svona ykkur að segja, þá veit ég ekkert hvað fólk að tala, en ég veit samt að fólk að tala þetta og ég ekkert að dæma það neitt, en þetta á ekki við mig, af því ég bara veit ekkert hvað ég ætti að biðja inn í framtíðinni. Það nú bara svoleiðis, svo slappur ég nú í þessum ágætu bænamálum. En ég aftur á móti hef alltaf verið í núinu. Ég elska Bítlan og allt saman það, hann lifir í fortíðinni kallinn, segja menn, en það ekkert svoleiðis. En ég hef gaman að því að hlusta á þá og ég hef gaman að mörgu sem maður var að gera í gamla daga. Og það fylgir manni einhvern veginn og ég get svo sem ósköp lítið gert að því það sem að fylgja mér frá degi til dag, frekar en þú. Ég lifi ekki þarna, ég bara hér. Og ég meira svo slappur trúmaður að ég kann ekki að biðja neina bæn inn í framtíðina sem maður á von eftir. Ég hef bara aldrei verið þannig sem ég var að tala og ég veit eiginlega ekkert hvað menn að tala sem að tala bæna sem kom aldrei. Þess að ég líka að segja, þá ég ekkert að fjargviðrast neitt út á þessu, menn með að gera þetta alveg svo þau vilja. Ég bara ekki þarna. Og ég kann svo sem alveg ágætlega við það. Ég bara konni inn í mínu herbyggi núna og það bara, hér ég einn að tala við þig og svo horfi ég þangað, þá sé ég sjálfa mig í sjónvarpinu sem beint á móti mér, svört mynd og það speglast ég mjög fallegur, sé ég. En þú sér þetta ekkert. Þetta minn raunveruleiki í núinni. Svo horfi ég til vinstri hérna, þar skjár sem að forritið mitt sem að ég vinn fyrir hérna vefinn minn, eða þú sér nú kannski hérna ekki og aðeins. Þetta forritið mitt sem ég vinn vefinn minn í og þú ert náttúrulega liggur á vefnum mínum alveg svoleiðis eins og hundur og roði og kynnið hann fram og tilbaka, ég sé það bara hreinlega á þér. En þetta nú hann ég. Þetta nú hann Konni gamlegi sem orðinn gráhærður svolítið, var einu sinni dökkhærður og elskar Jesús. Já, ég held að Drottinn elski mig alveg jafn mikið þó ég sé svona snögghærður. Orðinn gráhærður, það sér ekki orðið í svart hár. Það dökkt hár. Allt eitthvað sem skiptir mig engum máli, ég hef aldrei pælt neitt í þessu, en ég man alltaf eftir því þegar ég fékk fyrsta gráa hárið, þá var ég nú ekkert mjög gamall og maður bara svitnaði. Og ég sleit það úr, það var nú ekki til mikill, það kom bara annað grára í staðinn. En svo fór maður að hætta að pæla í þessu og maður bara orðinn þetta gamall og ekki orðum það meira. En Drottinn hefur verið mér mín ær og kýr og hann hefur leikið mig vel og ekki leikið mig rátt. Menn hafa kannski gert það, en ekki lifandi Guð. Hann hefur verið mér kær og trúr og tryggur og ég get halla höfðu mínu að honum þegar ég vill og ég geri það nú oft. Og hann hefur reynst vera sá sem hann segist vera og ég sé alveg svakalegan mun á mér sem manneskju og honum. Ég þekki kærleika hans og ég veit elsku hans og ég á ekki til þessa elsku hans, til mann og kvenna og ekki alltaf einu sinni til sjálfra mín. Og ég sé heiminn og haf miðað við kærleika Drottins og kærleika minn. Maður kannski fær svona eitthvað smjörþef af þessu þegar maður svona í trúargirnum sínum og maður sem betur fer hefur nú upplifað hann. Og ég kann vel við hann, en hann kemur og fer. Þegar þú upplifir trúargirðin í öllu sínu veldi eins og þú getur og ég getum
upplifa hann, þá líður okkur býsna vel. Og hvað meira? Við erum vinir allra og það allir vinir okkar. Þú sér hvernig Drottinn hann á engan óvin. Já, engan óvin allavega ef þú elskar Jesús og trúir á Jesús þá ertu vinur hans. Og þú verður honum kær ef þú fer að gera það sem hann að bjóða. Já, þér eru vinir mínir ef þið gjörir það sem að ég býð, segir Drottinn. En hann á samt enga óvini. Hann að tala það, ef þú gerir það sem hann að bjóða, þá tekur hann til fundar við sig í andan. En hann tekur kannski menn sem ekki að sinna því sem hann að segja. Hann kannski ekki með þá svona alveg upp að sér. En hann með þig og mig alveg upp að sér og hann talar til okkar bara í eyru mín, já, í hjarta mitt, bara beint að þið finnum vinir. Af því sem að ég að gera myndi eftir því. Þannig að þú getur alveg orðið vinur hans og það eiginlega hvatningin auðvitað hjá mér til þínum að þú verður þessi vinur hans, en þú verður þú að gera það sem hann að bjóða. Ekkert að gera það sem ég að bjóða. Ég ekkert merkilegri eða ómerkilegri heldur en þú, en gerðu það sem Drottinn að bjóða. Og hann segir að við skulum ekki synga og við eigum að haga líf okkar þannig að við séum okkur ómeðvituð synd og þetta hægt. Þú veist verkin þín, þú veist að þú ert alleg manneskja og þú veist kannski líka að það ekki allir sammála þessu, en þú ræður ekkert við það. Þannig að gleymdu því. Þú ræður ekkert orðum annara. Þú ræður ekkert afstöðu annar mann og kvenna, en þú ert þú sjálfur. Þú ert alleg manneskja, heilsteypt manneskja, sannleikan manneskja og þú veist það. Því Drottinn hefur gefið þér að vita þetta og þetta að vita eins og ég hef oft talað hvað ég stend í Guði. Og það var eitt af því sem að ég mann eftir þetta kom til mér, hann orðið síðan það var og ég mann eftir því hvað þetta, mér fannst þetta rosalega áhugaverð staða og mjög áhugavert að vera á þessu stað að vita hver maður til að mynda í Guði. Það fannst mér áhugavert og þess vegna segi ég það, ég nú bara þeirra skoðunar, ég veit bara með sjálfa mig, ef maður hefði ekki þessa vissu, þá held ég að maður hefði aldrei enst í þessu í allan þennan tíma. Það verið ekkert verið frekar hjá mér en þér verið eitthvað sléttur sjór. Það var alls konar gengið á og ekki allt sagt sem maður hefur verið hann. En það ekki eitthvað sem ég ætla neitt að velta mér upp úr. Ef að menn enn að vera að standa í einhverju slíku þá mega það mínu vegna. En það breytir ekki því að ég veit alveg hver ég er. Ég segi ég ærleg, heiðarleg manneskja. Hef ekki haft af neinum neitt og ætla heldur ekki að gera. Svo sem hafa menn haft af mér en ekki neitt svona alvarlegt. En maður bara heldur vel sitt og passa sitt og ég hveti til þess að gera sliktið sama. En lygarinn fyrir utan og hann lýgur. Ef þú heldur hann viti ekki af þér sem Guðsmann, þá ert þú aldeilis ekki á réttum stað. En hann ekkert að kássast upp á þig. Hann ekkert hérna bara út allt í kringum þig. Hann gerir þá það, hann með þig á milli tannan á sér við aðra. Það það sem hann gerir. Og það getur komið út ykkur bastardur úr því að við vitum alveg að fólk alveg gjarnt á að hlusta á sögur sem að hafa engan fút undir sér og eru ekkert að velta fyrir sér hvort ykkur grunn þetta standi á ykkurum grunni. Það bara tekur við því eða tekur ekki við því og svo bara verður til eitthvað í kringum það. En lygi náttúrulega og verður áfram lygi. Og þeir sem hafa nú verið kristnir menn og dottið af þeim hesti eru nú yfirleitt verstir að þessu leyti. Það verður nú bara að segjast eins og er. Og hann segir nú á einu staði í orði Guðs að þetta fólk sé úr yðarröðum.
Þannig að honum alveg kunnugt hvað í gangi. En þetta náttúrulega allt saman gott að vita af þessu öllu saman því að þú þarft að, eins og vorum að tala, þú þarft að vita hver þú ert í Guði. Og þegar þú veist hver þú ert í Guði, og við erum auðvitað að tala sannleika til sjálfur okkar, þá stendur af þér alla storma. Og þú þarft að standa af þér alla storma, en þú gerir það ekki ef þú ert ekki að byggja þig upp í Jesú nafni. Ef þú ert ekki að gera það sem Drottinn að bjóða þér, þá kannski hrynur með þessum upplognu sögum, segjum þig eða mig eða hvað sem er. En ef þú veist hver þú ert, þá bara skuttlast þar framhjá þér. Og þú bara heldur áfram þínu góða verki. Og vera áfram þessi ærlega manneskja og heiðarlega manneskja sem þú hefur alltaf verið. Við ráðum ekkert því hvað aðrir eru að segja. Ef aðrir vilja vera að bera út einhverjum sögur, hvað ætlar þú að gera í því? Þú getur ekkert gert í því. Þegar þú ræður ekki hvað menn eru að segja. Við vitum að það er til vont fólk í þessum heimi. Og sumir eru hrein illmenni og við vitum þetta. Við vitum að lygarinn er þarna út og hann heitir Satan. Hann er yfir lygarinn og hann er að bera út sögur. Hann talar. Hann er með þjóna á sínu vegum sem tala lygar hans. Og þeir taka sér bólstað í fólki og þetta vitum við líka. En ég endurtek það sem ég segja og sagði hann, þeir eru ekkert að vassast í kringum þig. Ekki þetta prívat persónulega eins og við erum stundum að tala það er ekki þannig. En hann veit að þér og hann hefur ekkert á þig, þá býr hann bara til. Það er vandinn sem við erum að eiga þar. Og þetta er allt saman til þess að þú byggir þig upp. Eigir þetta samfélag við hann, því ef þú vilt ekki byggja þig upp, þá byggir þig enginn upp. Þetta er það verk sem mér er ætlað að gera fyrir mig. Ég hef allt í það, ég hef trú. Og ég hef sannleikann og ég held mér á mottunni og ég geri það sem rétt er að gera. Það er margir auðvitað sem taka undir það og þekkja mig ekkert af neinu öðru en þessu. En hinn er líka til, hann er að ljúga. Þegar Drottinn segir það, þegar hann lýgur þá fer hann að eðli sínu. Og við vorum að tala það áðan og hún er bannað að segja sannleikann. Við tókum mynd af því, ritningaversu því þegar illir andar sögðu, þú ert sonur Guðs, við vitum hver þú ert eitthvað í þeim dúr, og bara sagði hann að þegja. Og bara bannaði að tala eitt eða neitt sig. Það er ekki þeirra að verka að útbreiða lifandi Guð. Hann kallar fólk til þess að útbreiða sjálfa sig, sem hann áður hefur undirbúið. Og fyrsta skrefið þar er fylling heilags anda. Þannig allt er þetta nú í hendi í raun og veru. En við erum að læra að því við viljum skilja þetta betur. Það er svo mikilvægt að skilja þetta betur og skilja þetta rétt, því að það er svo margt sem kemur að okkur. Og segir svo margt við okkur. Við getum alveg fengið svörin í þetta allt, því að Drottinn er lifandi Guð og hann er bara jafn lifandi og ég og þú. En sjáum við hann þannig. Guð gefi að svo sé. En þetta er hann. Það er alveg á hreinu. Þetta getur við alveg staðhæft hverjum mann að þveran ef við vildum það. Og margir auðvitað að gera það. Þannig við erum ekkert uppteknir af illskunni, neitt, hún er þarna og við vitum allt hana. En við segjum henni bara að fara og þá fer hún. Hún er í sjálfu sér ekkert vandamál, en við stjórnum henni ekkert. Við vitum alveg hvað hún er. Við vitum að yfirlygarinn er Satan. Og hann er með augastaðinn og þér og mér og okkur öllum og hann er að segja sögur okkur þess vegna. En við vitum að það er lygi. Að hann er faðir lyginnar. Að honum er ekki heimilt að segja neitt sannleika. Þegar hann lýgur, segir Kristus sjálfur, þá fer hann að eðli sínu.
En í eðli okkar, í þessu guðlega eðli okkar, að segja sannleikann, tala sannleikann, vera undir sannleikanum og elska sannleikann. Þegar við elskum Jesú. Við erum að leyfa honum að byggja okkur upp, ekki hinum. Við þurfum auðvitað að vita af hinum. En við munum það, og ég endurtek það, hann ekki að kássast upp á okkur jafn svakalega eins og við oft viljum vera að láta. Hann hefur bara ekkert leyfi til þess. En hann veit af þér, sem annar mál. Og hann hefur svolítið gjammala. Og þegar hann gjammar þá fer hann ekkert endilega eftir sannleikanum og fer ekkert eftir sannleikanum, svo hann tala hann hefur ekkert leyfi til að segja sannleikanum. Þess vegna eigum við að elska allt fólk. Þess vegna tökum við okkur orð Guðs í munn sem sagði, Faðir, fyrirgefðu þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Þannig hann auðvitað að benda leið á aflið sem þetta blessaða fólk var undir. Hvað afl var það? Satans aflið þetta. Það eru bara 2 öfl í þessum heimi. Annað guðlegt, hitt satanist. Og þegar þú heyrir þetta orð satanist, þá viltu þetta ekkert af því vita. Þetta nú samt þarna. Og þú ert ekkert spurður. Það eina sem gerist, ef þú ert ekki undir því, að Drottinn tók þig, setti þig inn í sitt ríki, fyllti þig heilugum anda og byrjaði að kenna þér. Það það sem gerist. Og hann fyrir að gefa þér myndir, sannan myndir, og lygin fyrir að hrekjast út úr þínu hjarta og sannleikurinn að koma sér þar fyrir að því að hann sannleikur og þú ferð að sjá þetta allt saman í réttu ljósi. Ég alveg potti þetta í nýju ljósi. En þetta allt saman vegna þess að hann yfir. Hann upprisinn, hann lifir, hann situr við hægri hönd Guðs og hann að horfa á þig. Og hann segir við þig, þú ert mín manneskja. Er þetta ekki bara meðmæli? Ég held við fáum ekkert meiri meðmæli heldur en orð frá Guði sem segir staðhæfi að þú sért mín manneskja. Ég held við fáum ekkert meiri meðmæli heldur en þetta. Og einmitt þessi meðmæli þurfum við að vita vegna þess að við munum þurfa á því að halda. Við erum, þó við séum guðsmenn og konur, þá erum við samt bara manneskju. Og við þurfum að vita hvað að gerast. En við leggjum ekki fæl á fólk og munum það. Við berum virðingu fyrir fólki. Þó það sé eins og það þá þetta nú samt allt sköpun Guðs. Og við höfum að reyna að sjá allt fólk með augum Guðs. Og þá bara kemur elskan upp. Þannig að við sjáum að við erum ekkert guðir. Við erum ekkert Guð. Og verðum það víst aldrei. Við þjónum honum og við getum lært af honum og við megum læra af honum og gera allt það sem hann að bjóða, til að mynda að tala við hann í bæn og við megum alveg biðja framtíðar bænir þó ég botni ekki í því akkur fólk að því og ég nú þannig maður að ég geri yfirleitt bara það eins og ég var að tala og þetta þannig, ég ekkert að segja neitt meira en ég get staðið við. Ég geri það nú bara þegar ég finna að ég eigi að gera eitthvað, þá fyrir ég bara að gera það. Ég segi, ég veit ekkert hvað menn að tala þeir að tala einhverja bænir sem aldrei koma. Hvað eru menn að biðja? Eða eru bænir sem aldrei koma? Þeir ekki, kannski þeir að biðja bara eitthvað sem ekkert þeim ætlað, ég veit það bara ekki, ég fattaði þetta ekki hvað í gangi. Þegar þetta gerir og maður nú alltaf að heyra þetta, þá bara, vil ég nú helst bara kólóra mér í hausnum, en ég geri það nú ekki fyrir kurteissakir. Þegar maður að heyra þetta, þá maður náttúrulega innan kannski fullt af fólki. Og við viljum ekki vera með eitthvað skrýtin svip á andlitinu þó að sé eitthvað sem ég ger ekki. En ég bara, eins og ég segi, ég veit ekkert hvað menn að tala En ég ekkert að banna mönnum að gera þetta. Ég ekkert að banna mönnum að halda í einhverja framtíðarsýn. Þó ég sé ekki þar. Ég hef aldrei átt neina framtíðarsýn og það er víst alveg svakalegu galli. En þá ég bara þessi mikli gallagripur. Svona hef ég nú alltaf lifað mínu lífi. Ég bara hér, konni inn í mínu herbyggi að horfa á fallegan konna í sjónvarpinu mínu sem svart.
Þetta er bara speglast myndin, mjög flott. Og svo er hérna myndin af forritinu mínu sem ég vinn vefinn á. Þú sér það hérna, þetta er æðislegt maður. Ég meira þess að kann á þetta forrit ágætlega. Ég var nú, þegar ég fekk þetta fyrst, þá var ég nú ekki svona borbrattur með það. Það komu ýmsar hugsanir upp við sambandi þetta forrit maður. En fyrir langt mörgu ár síðan ég sá að þetta var nú bara mjög gott forrit. Og það er, hvað er ég búinn að eiga það lengi? Hvað er ég búinn að vinna með það lengi? 15 ára byggilega. Og ég er alltaf á þessum vef. Það líður nú alltaf svo dagur að ég sé ekki eitthvað að gera á þessum vef. Ég er á, eins og þú, á Facebookinni. Og þar er maður alltaf að setja eitthvað inn eins og þú tekið eftir og að læka. En það sem mest af því sem ég geri þar er ég líka að gera hérna á heimasíðunum minni. Jú, það er mikið af því allavega sem ég er að gera. Það setjum ég fyrst inn á heimasíðuna mína, Spor í sandi, sem þú alveg hangir á. Vegna þess að þetta er bara mín síða. Mín persónulega prívat síða sem að ég segi nú að Drottinn hafi nú sett upp í hendurnar á mér. Þessi síða í raun og veru sem heitir Spor í sandi, hún heita nokkrum nöfnum. Fyrst hét hún Friðarboðinn, svo hét hún Konni.is og svo núna heitir hún Spor í sandi. Friðarboðinn, hann kemur upp líklega árið 2000, kom árið 2000 og það má eiginlega segja að þessi síða sé búin að vera í gangi síðan. Ég man ekki hvaða forrit ég var með til að byrja með, það var ekki eitthvað forrit sem hét, ég man það ekki, en þetta er frítt forrit, mjög gott forrit fyrir þá sem að vilja gera fallega vefi sjálfur, það er allt til að gera það. En svo kom þetta Facebook og YouTube og allt saman þetta og Facebookin var búin að vera í mörg áður, lengi áður en ég fór eitthvað að pæla í sig, ég er svo lengi að taka við svona. Og YouTubeinn, hann kom hann ekki á undan Facebook? Jú, ég held það. Þetta kemur kannski á svipuðum tíma, þetta er náttúrulega mikil undratæki bæði tvö og merkilegt að þetta skulle vera til og við hafa svona frjálsan aðgang að því og þú getur verið að setja inn á YouTube myndefni í fullum gæðum, bara í sjónvarpsgæðum og þegar maður var að byrja á YouTube þá var aldeilis ekkert neitt það að ræða. Þú settir inn léleg myndgæði, þú varst að þjappa þessu svo mikið saman til þess að koma þessu þar fyrir að þú varst með léleg myndgæði og það var nú svona að því maður á ekki allar þessar myndir en það eru kannski þar sumar af þessum myndum að þá hefur maður ekki tök á því í dag að hressa upp á myndgæðin þannig að þetta verður bara að vera svona eða maður getur náttúrulega hendis út en leyfir þessu nú kannski að vera þarna. Þetta er allt saman breytt og menn eru að gera þarna mikla og stóra hluti og við guðsmennirnir líka. Við sem betur fyrir þetta nýttum okkur þessar leiðir bæði eftir Facebook og YouTube og svo eru við einhverju með heimasíðu sem að engin veit og allt saman það og allt í lagi með það. En hún er nú samt það nú, hann heitir Spor í sandi. Þú maður eftir henni þegar þú ferð að leita. Og svo hvað? Er þetta ekki að verða bara ágætt hjá okkur í dag? Við erum ekki með hljóðfæl í dag. Að ég vildi leyfa okkur að sjá fallega andlitið mitt, þið voru að biðja það. Og hér er það. Ég veit ekki hvort er ég að fitnáttur? Ég er að hætta að éta ís. Þetta gengur ekki. Ég segi þetta gott og Konráð Rúnar Friðsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.